Komið sæl og blessuð, kæru jarðarmerki, naut, meyja og steingeit. Í dag ætla ég að kíkja aðeins á ástina í ykkar lífi. Það er að segja rómantíska ást og þetta getur átt við ykkur, hvort sem þið hafið jarðarmerki í kortinu ykkar í sól, tungli eða rísanda. Takið bara til ykkar það sem að hljómar fyrir ykkur. Látið bara hitt sem vindum eyru þjóta. Og þá ætla ég bara að byrja að kíkja á nautið. Nautið fær sem upphafsspil, spil sem boðar aðskilnað. Það getur verið aðskilnaður vegna vinnu eða ferðalaga einhvers konar. Nú eða bara tilfinningalegur aðskilnaður. Aðskilnaður getur verið góður fyrir marga en ekki svo góður fyrir önnur sambönd. Það fer bara mikið eftir einstaklingunum sem ræður. Ég ætla að kíkja aðeins betur á hvaða spil þú fékkst, kæri naut. Ok. Hér eru 2 ásar sem tákna nýtt upphaf, nýtt viðfangsefni, nýja viðkynningu eða nýja ást í þínu lífi, kæra naut. Og hérna erum við að tala upphaf af einhverjum samskiptum sem að ef þið vill koma þér svolítið í opna skjöldu því að þau eru hrein og bein, án allra málalenginga. Það er einhver sem að kemur hérna svolítið stormandi í áttina til þín með skilaboð, með upplýsingar, með einhvers konar játningu eða samtal sem að er beint að þér og það er mikill kraftur á bakvið þessi samskipti. Þetta virðast vera samskipti sem eru full af eldmóði og ástríðum. Kannski er þetta samtal eitthvað sem að varðar þig, kæra naut, og skiptir þig miklu máli. Eða þetta eru sameiginleg áhugamál sem að er verið að ræða. Sá sem kemur allavega með þau til þín, honum liggur mikið á og honum er mikið niðri fyrir. Og það getur verið að hann hafi beðið lengi eftir því að tala við þig, kæra naut, og þegar ég segi hann þá meina ég bara einstaklingurinn. Það getur líka verið að hann sé að uppgötva einhverja hluti í fyrsta skipti sem að honum finnst að hann verði nauðsynlega að ræða við þig eða koma til þín. Það er ekki beint tilfinningar í þessu samtali, heldur meiri eldmóður og það að sjá hlutina skýrt, að tala saman af ákveðnum skilningi og heiðarleika. Þannig að þetta er það sem er framundan
hjá þér, kæra naut. Þá ætla ég að snúa mér í bili að meyjunni. Meyjan er hérna í miðjunni, nautið vinstra megin frá mér séð, steingetinn hérna hægra megin. Og meyjan fær upphafsbil sem fjallar að draga sig í hlé. Það er nú svolítið meyjarlegt spil. Meyjan gerir það stöku sinnum þegar að hún þarf að hlaða orkuna sína eða þegar hún þarf að leita upplýsinga, þá dregur hún sig í hlé. Og hér stendur það tími til kominn að aðtengjast veröldinni. Kannski, kæri meyja, er kominn tími fyrir þig til að vera í einrúmi eða að þú sért að draga þig í hlé með öðrum aðila eins og myndin sýnir til að kynnast hinni manneskjunni betur, til að rækta ástina, rækta sambandið eða þetta er samband sem er svo nýtt að þið eigið ennþá eftir að kynnast. En hvað sem því líður þá allavega er rólegheitartími núna góður og við skulum sjá hvað kemur meira til þín, kæra meyja. Það er einhvers konar óheiðarleiki hér á ferðinni eða einhvers konar leyndarmál. Það er verið að fara í kringum hlutina og einhver hérna sem er ekki alveg 100% heiðarlegur og er ef til vill að fela eitthvað. Hvort sem það er þú, kæra meyja, eða hinn aðilinn. Það getur verið þess vegna sem er tímabært að draga sig í hlé. Kannski þarftu bara að sjá hlutina í öðru samhengi eða eins og ég sagði áðan að aflaði meiri upplýsinga. Skoða hlutina í kyrrþey því að ef til vill er eitthvað hérna sem hefur ýtt við þér á einhvern hátt og þú skynjar að það er ekki allt eins og á að vera eða allt með feldu. Svo fæ ég hérna sterkt til mín að hinn aðilinn sem umræðir, sem að þú ef til vill hefur augastað á eða ert nýbúin að kynnast, fyrir honum skiptir gríðarlegu máli allt sem varðar fjármál og atvinnu. Það er að segja að hann virðist vera mjög veraldlega sinnaður og það að vinna sér inn peninga, sánka að sér auði, virðist skipta miklu máli og ef til vill er hann ekki ennþá farin að sýna þá hlið á sér en þú átt eftir að uppgötva það framundan og þá eftir að valda þér smá heilabrotum eða erfiðum hugsunum. Kannski hefur þessi einstaklingur svolítið villt á sér heimildir af því ég var að tala um óheiðarleika hérna áðan. Það er ekki alveg það sem hann er séður. Þú hefur ef til vill misskilið einhver skilaboð frá honum að hann væri andlega þenkjandi, kannski svipað og þú sjálf, kæra meyja. En peningaguðinn er þarna dálítið sterkur og það verður kannski einhvers konar hindrun á milli ykkar allavega til að byrja með, þangað til að þið hafi kynnst betur eða rætt málin. Við skulum sjá hvað setur. Ég á eftir að taka fleiri spil. Steingeit, mín kæra Steingeit. Í þínu tilviki virðast börn hafa eitthvað að segja
í þínum ástamálum eða tilfinningamálum. Þetta geta verið þín börn, þetta geta verið börn hins aðilans í sambandinu. Gæti verið á jákvæðan hátt eða ekki. Börn allavega setja einhvern strik í reikningin hérna og það þarf að taka tillit til þeirra og taka þau með í dæmið þegar eða ef þið eru að plana einhvers konar samband eða sjáu fyrir ykkur að það gæti verið framundan. Við skulum svo sjá hérna hvað þið hafi fengið meira. Já, stengillinn fær hérna rómantíska riddarann. Rómantíski riddarinn, vatnsriddarinn kemur hér með tilboð eða tækifæri. Færandi hendi, hann bæði rómantískur og draumlyndur og hann svona tákn einmitt upphaf sambands þegar að tilfinningarnar eru að kvikna og fá að flæða á milli einstaklinga. Þannig að þú, minn kæra Steingerð, virðist vera á leiðinni að taka á móti þeirri orku annaðhvort frá öðrum aðila eða þetta getur líka verið orkan sem þú ert að gefa frá þér. En einhverju hluta vegna þá tilhneiging hérna til að reyna að stjórna þessari orku, til að stjórna tilfinningunum, hafa styrka stjórn á þeim og kannski leyfa þeim ekki að flæða eins og þær ættu annars að gera. Það eitthvað hik á þér og mér sýnist þú vera að vega og meta hvað þú að gera í stöðinni. Kannski ertu búin að hitta einhvern aðila sem að þú hrifst af en þú ert hrædd, mín kæra Steingerð, við að sleppa bara tökum og leyfa tilfinningunum að flæða. Og þá kemur þessi sterki stjórnandi inn sem að orkan sem vill hafa tök á öllu. Hún getur verið heftandi. Hún getur að sjálfsögðu líka verið góð þegar að málin eru þannig að það þarf að hafa styrka stjórn. En þegar tilfinningar að ræða, þá þýðir ekkert að ætla að stjórna þeim með harðri hendi. Það kann ekki góðri lukka að stýra. Þú ert líka eitthvað hérna að vega og meta þetta efnislega í lífi þínu, það að segja vinnu, peninga, húsnæðismál og annað. Þú ert svolítið að vega það á móti tilfinningunum. Hvað skiptir þig meira máli og hvað ertu tilbúin að gefa eftir? Ok, kæru jarðarmerki, og höldum við aðeins áfram. Nautið fékk hérna aðskilnað. Við skulum aðeins kíkja og fá hérna eitt svona tímaspil sem gæti sagt til hvenær þessi aðskilnaður verður eða æskilegur. Já, það hefur verið að tala bara hérna að það sé komið tíma á frí. Einhvers konar frí. Elskendur þurfa ekki að taka sér frí hvorir frá öðrum, heldur meira að gefa sér tíma til að fá að vera þeir sjálfir. Innan sambandsins eða mér finnst allavega ekki verið að tala hérna langan aðskilnað, eða
eða aðskilnaður sé nauðsynlegur af því að eitthvað að í þessari tengingu eða þessu sambandi, heldur þetta meira kannski að skilja að vinnu og heimilislíf til dæmis, eða vinnu og ástarlíf, eða það er að segja að báðir aðilar geti blómstrað með ákveðnum aðskilnaði. Meikar þetta sens? Vegna þess að það áðan kom svo mikil þörf hérna, allavega frá öðrum aðilunum, til að tjá sig, ræða hlutina og sjá hlutina skýrt og að heiðarleikinn og sannleikurinn komið fram. Þannig að það er ákveðin ný byrjun á samskiptum sem ég finnst vera að koma hérna inn. Og ef til vill þarf að taka sér frí til þess að það gangi upp, til þess að sé hægt að byrja upp á nýtt á einhverjum ákveðnum svona stað í sambandinu. Nú svo þarf ekkert að vera að þetta sé endilega samband sem er komið á, heldur þarft þú kannski að skilja þig að frá einhvers konar stöðu sem þú ert í, sem þú ert kannski fastur í, kæra naut. Fast í, kæra naut. Ég held, það eru sko margar hliðar á þessum aðskilnaði og ég held að hvert og eitt naut fyrir sig þurfi að finna hvað er að ræða í tilviki þess. Ok. Eitt spil er hérna fyrir nautið. Hvað myndi hinn aðilinn vilja segja við þig, kæra naut, ef hann gæti? Hann er að ganga í gegnum heilunarferli sem að skiptir hann miklu máli og þar kemur inn enn ein hliðin á aðskilnaði. Ef til vill þarf hann að draga sig frá sambandinu eða þér tímabundið til að hlúa að sjálfum sér og sínu hjarta. Þetta er mjög margslungið hérna hjá nautinu og enn ein merkingin kemur hérna inn að það sé kominn tími til að binda enda á sambandið og skiljast að. Þetta er marglaga og þetta á alls ekki við alla, heldur á þetta við þar sem að annar aðilinn er eiginlega illa eða óstarfhæfur eins og er. Ok, höldum áfram. Förum aftur í meyjuna, hérna í miðjunni, þar sem peningarnir skipta miklu máli hjá öðrum aðilanum. Og þú, mín kæra meyja, virðist vera dálítið brotin yfir því, kannski er þessi aðili ekki að veita þér nægjanlega athygli, heldur snýr sér bara meira að efnislegu hlutunum í lífinu. Ef til vill ert þú búin að vera að reyna að ná athygli hans. Við skulum fá hérna tímaspil fyrir þig, kæra meyja. Hvenær er kominn tími fyrir þig að draga þig í hlé og fara að hlúa bara að sjálfri þér? Því að svipað og hjá nautinu þá er líka talað ákveðin
aðskilnað hérna hjá þér. Það er að segja að draga þig út úr skarkala heimsins. Og mín kæra Meyja, þú færð bara tíminn er núna. Það er sem sagt tími fyrir þig að setja þessa tengingu bara á bið, draga þig út úr þeim málum og hlúa að sjálfri þér. Meikar það einhvern sens? Hvað myndi hinn aðilinn vilja segja við þig, kæra Meyja, ef hann gæti? Ok. Hann er að vinna í því að komast yfir hindranir. Hann er í lærdómsferli, nýjum fasa og hann er að undirbúa sig fyrir sameiningu. Ok, þetta virðist þá vera tímabundin hindrun. Ef til vill er hann að undirbúa einhvers konar framtíð með ykkur í huga. Fyrir honum er það kannski það að byggja upp efnisleg gæði af fjárhagslegar undirstöður og þú ert ef til vill að misskilja þann fasa sem að hann er í, hinn aðilinn. En áhyggjunum verður létt og þið munuð fara sem sagt svífa hérna yfir þessar hindranir. Hverjar sem þær kunna vera. Ok, þá skulum við kíkja á steingeitina. Kæra steingeit. Það er rómantíkin og stjórnunin sem eru hérna svolítið að kallast á eða berjast og þú ert að hugsa að velja á milli. Það er ekkert sem segir að þú þurfir að velja á milli. Það er bara eitthvað í þér sem vil meina það að það sé ekki hægt að sameina tilfinningar og það að sleppa aðeins tökum á stjórnseminni. Hvenær áttar steingeitin sig á því að hún þarf aðeins að slaka á og sleppa tökum? Ok, ég er fegin að sjá að það er bara stutt í það. Ágúst. Steingeitin er sem sagt að fara inn í skilningstímabil og hlutirnir fara að þróast áfram leið og hún sleppir tökum og áttar sig á því að hún þarf ekki að vera með taumana svona stífa. Kæra steingeit, hvað myndi hinn aðilinn segja ef hann gæti? Drekaflugan. Hér eru hlutir að koma í ljós hjá hinum aðilanum. Hann er að gangast undir breytingar. Hér er talað um aðlögun og heilun og það að vera léttur. Að létta, það er að segja og sleppa tökum. Be light-hearted, það er á enskunni bara svona að hafa gaman og gleðjast og taka á móti bara því skemmtilega í lífinu.
Þannig að það er þú sem ert með stífnina, kæra Steingeit, allavega eins og er og ætti kannski aðeins að sleppa tökunum. Og þetta varðandi börnin, það getur verið að stífnin í þér, kæra Steingeit, tengist börnum á þann hátt að þú ert ef til vill hrædd hvaða áhrif það muni hafa á börnin þín ef að þú ert til dæmis að fara í samband eða ef að þú leyfir þér aðeins að slaka á og sleppa tökum. Og kannski setur það upp sem stóra fyrirstöðu að hinn aðilinn eigi börn en ekki þú. Þannig að það er svona hinn hliðin á þessu með börnin. Og börn eru náttúrulega líka létt. Þau leika sér og hafa gaman af lífinu. Það er að segja svo lengi sem að allt er í lagi hjá þeim. Svo lengi sem þau búa ekki við mjög erfiðar aðstæður eða er að glíma við erfiðar hluti, þá er léttleiki í kringum börn. Þannig að þetta er líka ábending fyrir þig, Steingeit, að taka börnin aðeins til fyrirmyndar. Þá ætla ég að taka eitt spil enn hérna fyrir ástina sem við erum að tala um og við byrjum fyrir nautið. Nautið fær hérna, þetta er mögulega himnesk og mjög sjaldgæf tenging sem þú ert að fara í. Þannig að hafðu það í huga ef þú finnur fyrir sterkum tilfinningum eða áhrifum frá hinum aðilanum og þetta er mögulega eitthvað samband sem er blessað af almættinu. Meyjan mín góð, eitt spil fyrir þig. Meyjan fær hérna heilunarorku. Kæra Meyja, þú ert með tækin og tólin til að hjálpa einhverjum í gegnum erfiða tíma. Ok. Þannig að ef að hinn aðilinn þarf að hjálpa að halda, þá ert þú rétta manneskjan og eins bara getur þetta verið hjálp sem kemur til þín frá hinum aðilanum. Það er allavega heilun hérna sem að kemur inn í þessa tengingu og fylgir kannski því að draga sig í hlé. Heilunin virkar oftast best þegar að eru rólegheit. Og Steingeitin, hvað dreg ég fyrir hana? Gefðu þessu tíma. Njóttu tímans sem þið hafið saman, það er engin ástæða til að flýta sér. Kæra Steingeit, manstu, slaka á, sleppa tökum og gefa þessu tíma, kemur núna. Þetta eru mjög ólíkar, lagnir fyrir ykkur, kæru jarðarmerki, mjög fjölbreytt sem kemur hérna upp. Nautið er sérstaklega með svona marglaga merkingu og ég vona, kæru naut, að þið finnið út úr því hvað tilheyrir ykkur af þessu sem að ég fylgdi upp. Meyjan, þetta er allt bara á góðri leið og heilun framundan og Steingeitin líka hjá þér ef þú tekur ákvörðun að slaka bara á taumunum. Nú er ég búin að segja það svo oft, ég skal ekki segja það aftur.
Ok, eitt svona hjartaspil í lokin. Þetta eru spil sem að ég keypti einhvers staðar erlendis. En ég notaði nánast aldrei. Við skulum sjá hvað þið fáið. Eitt hérna fyrir naut, eitt fyrir meyju og annað fyrir steingetina. Nautið, bíddu ekki flýta þér, leyfðu náttúrunni að taka sér þann tíma sem hún þarf. Þannig að það er eitthvað ferli hérna í gangi hjá þér, kæra naut, sem að þarf bara að fá að eiga sér stað og gerast bara á eðlilegum hraða. Þannig að ekki ýta á eftir neinu. Ok. Meyjan, þú átt að treysta. Umbreyting verður í gegnum það að taka hlutunum, treysta þeim og viðurkenna þá eins og þeir eru. Ok. Þú þarft sem sagt að losa þig úr hérna áhyggju eða neikvæða gírnum og treysta því bara að þetta fari allt saman vel. Steingetinn. Svarið er nei. Hér held ég að sé verið að tala nei við þessum stjórnunarhætti sem að þú ert svolítið í akkurat núna. Eða þú hefur verið með einhverju spurningu í huga. Þetta getur verið svar við því. Fyrir einhverjar ykkar kæru meyjur er þetta ef til vill að nú sé ekki rétti tíminn. En allavega var gefið upp hérna áðan að þú átt að gefa þessu tíma og það er engin þörf á því að ýta á eftir einu eða neinu. Þannig að þetta er líka kannski bara smá bremsa. Þá held ég láti þetta duga í bili, kæru jarðarmerki. Gangi ykkur bara sem allra best með þetta. Ljós og kærleikur.